Jæja, þá er ég búinn að breyta búrinu vonandi til hins betra. Það sem ég gerði var að ég tók plönturnar úr og sem voru það var alveg svona mikið búið að vaxa, þetta eru þær. Og setti fljótandi plöntur í staðinn. Og mér fannst það góð hugmynd út af því að þær voru að fara að fjölga sér svo mikið hana niðri að það bara við, þú veist, það var bara minna pláss og líka það að núna hafa rækjurnar minnist að fela sig á, maður sér þar oftar og sníklana líka og þeir hafa samt alveg einhvers staðar að fela sig á en það sem ég já, þetta er það sem ég gerði, ég skipti vatn, ég skipti svolítið ekki allt, maður á aldrei að skipta allt vatnið en ég skipti meiri hlutan sem að er reyndar svolítið mikið en þetta var alveg bara svo gruggugt eftir þetta allt. Svo fann ég þennan stein rétt hjá Elliðaardal þannig að salamöndurnar hafa einhvern stað til að fela sig á en samt ekki of mikið þannig að maður sér það alveg líka, sér þar alveg. Þeir eru ekkert svo stað til að fela sig á henni. Ég er ánægður með það og þannig að þetta er bara svona, ég er að reyna líka að hafa þetta eins náttúrulegt búr og hægt er, þú veist, það er alvöru, það er lifandi gróður í þessu, steinn úr náttúrunni, ég skolaði hann bara vel, þetta er bein, fiskabein, svona sníklar og svona í þetta og þetta er rót, ég var með svona skraut með einhvern gervefnum í, hún er rosa með það þegar það var svo miklu félagstæðar og líka bara meira mál að þrífa og allt það, þú veist. En og svo það sem ég geri þegar ég skipti vatn, þá er ég með þetta, Easy Life eitthvað, filter með þetta sko, þetta eru góðgerlar, ég er búinn að setja þetta og verið ykkur 20 mm lítar sem að maður setur bara út í vatnið þegar maður skiptir vatn þá svo á þetta að vera allan að daginn eftir og svona þá á þetta að vera orðið skýrara, þetta gerir vatnið líka skýrara eitthvað fyrir útlitið en þetta er aðalega svona til að hafa þetta svona koma jafnvægi á þetta, góðgerlar bara alveg eins og þegar fólk borðar góðgerla sko sem að vinna örugglega á móti slæmgerlum. Og ástæðan líka fyrir ég skipti vatn var að því að ég gaf eiginlega aðeins svo mikinn mat. Þú veist, ég gaf jafn mikið og þau gátu étið en það er ekki það með sagt að maður eigi að gefa eins mikið og þau geta étið. Það var samt svolítið mikið og vatnið var að vera svolítið gruggugt en ég losnaði við grænþörunginn af því að ég minnkaði ljósið. Og það sem losaði mig við grænþörunginn. Núna hef ég ljósið bara 8 tíma á dag, ég var alveg með það 12 tíma á dag. En maður getur alveg séð dýrin og fylgst með þeim þó það sé slökkt sko. Og ég ferði líka fiskabúrið frá glugganum. Það var gott að gera það fyrir áður en sumarið kom. Það var sólin vera meiri. Og sólin vera kannski allan sólarhringinn stundum. En já. Ég held þetta sé þróast í rétta átt vonandi. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra ef það þarf lengra en það þarf að vera.